Þá ætlaði ég að biðja seinni gest okkar hér í dag að koma og segja hérna við okkur nokkur orð. Vilhjálmur Birgisson frá Akranesi, gjörðu svo vel. Kæru félagar, ég veit ekki hvort ég eigi að ávarpa þennan fund eins og ég gerði í Garðabæ fyrir örfáum dögum síðan. Þá hóf ég á því að segja fundarstjóri, verðandi forsætisráðherra, góðir gestir. Það vill þannig til að eitt helsta baráttumál Verkalýðsfélags Akraness á liðnum árum hefur verið afnám verðtryggingar og forsendubrestur heimilanna yrði leiðréttur. Ég hef barist fyrir þessu allt frá árinu 2009. Lagt fram fjölmargar tillögur, ályktanir á þingum Alþýðusambandsins þessi mál. En það er skemmst frá því að segja að þegar þessar tillögur hafa litið dagsins ljós, þá hafa varðhundar sérhagsmunagæslunnar sprottið fram og hlaupið á milli þingfulltrúa inn á þingum Alþýðusambandsins og séð til þess að þessar tillögur næðu ekki brautargengi. Og uppstillingin á þingum Alþýðusambandsins er ekkert ósvipuð og uppstillingin á þessum fundi. Og þið getið séð fyrir ykkur helstu forystumenn í verkalýðshreyfinguna labba á milli borða og segja þetta styðjum við ekki. Það er með ólíkindum til þess að vita að þessir menn sem að hafa barist gegn því að verðtryggingin yrði afnumin eru sömu menn og stjórna lífeyrissjóðunum. En málið er einfalt. 90% íslensku þjóðarinnar vill afnám verðtryggingar. Meira segja gekk þetta svo langt að þegar að Sigmundur Davíð og félagar 2009 komu með tillögu 20% leiðréttingu á forsendubresti til heimilanna. Þá mætti forseti Alþýðusambands Íslands eftir mínum áreiðanlegum upplýsingum á fund með þingflokki Framsóknarmanna. Og Sigmundur var búinn að dekka upp borð eftir því sem að ég frétti, var búinn að setja snúða og eitthvað svona gott til að bjóða kallinum upp á, en hann fór hamförum yfir því að hér ætti að koma með almenna leiðréttingu til handa skuldsettum heimilum. Og hér erum við að tala einstakling, forseta Alþýðusambands Íslands, sem á að hafa það að aðalverkefni að verja hag íslenskrar alþýðu. Þetta er ekki einu skemmdarverkin sem að hann vann á þessum árum, því hann var í forsvari í október 2008 í nefnd sem hafði það meginhlutverk að kanna hvort það væri möguleiki að taka vísitöluna tímabundið úr sambandi. Þessa nefnd skipaði Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra. Það tók Gylfa og 3 aðra einungis 3 daga að komast að niðurstöðu. Nei, þetta mátti alls ekki gera vegna þess að þetta myndi kosta fjármálakerfið 200 milljarða króna. En skítt með heimilin, þeim átti fórna á altari verðtryggingarinnar þökk sé forseta Alþýðusambands Íslands. Þetta var fyrir utan ræðuna mína, þannig að ég verði eiginlega að byrja á henni núna. Kæru félagar, Martin Luther King sagði þann 28. ágúst 1963 í einni frægustu ræðu sem flutt hefur verið: ég á með draum. Kæru félagar, ég er ekki nokkru vafi það að alþýða þessa lands og skuldsett heimili eiga sér draum. Draum réttlæti, sanngirni og að stjórnvöld taki stöðu með skuldsettum heimilum. Já, draumur hins vinnandi manns liggjaði því að dekri stjórnvalda við sérhagsmunaelítuna og fjármálaöflin linni í eitt skipti fyrir öll. Og að heimilum þessa lands verði ekki lengur fórnað á altari fjármálakerfisins. Já, draumur skuldsettra heimila er að slökkt verða verðtryggingar af vítisvélinni í eitt skipti fyrir öll á komandi kjörtímabili, enda er verðtryggingin að murka lífið úr íslenskum heimilum. Já, draumur skuldsettra heimila er að húsnæðisvextir hér á landi verði sambærilegir og við þekkjum á Norðurlöndunum. Og til þess að það geti orðið, þá þarf að setja hér þak, vaxtaþak á húsnæðislán til heimila. Já, draumur skuldsettra heimila er að forsendubresturinn sem skall
á þeim eins og flóðbylgja verði leiðréttur, enda hér réttlætismál að ræða og alþýða þessa lands ekki að biðja neina ölmusu, heldur hún að biðja einungis sanngjarna, réttláta og eðlilega leiðréttingu á þeim forsendubresti sem hér varð. Ágætu félagar, það nöturlegt og dapurlegt að heyra hvernig allt of margir stjórnmálamenn tala vanda skuldsettra heimila þessa daga. Oft á tíðum talað lýðskrum þegar á að deila byrðum hrunsins jafnt á milli alþýðunnar og þeirra sem eiga fjármagnið hér á landi og öllu vilja ráða. Þessi sömu stjórnmálamenn spyrja hver eigi að borga. Hver á að borga fyrir forsendubrestin, segja þeir. En það þrátt fyrir að Sigmundur Davíð og fleiri eru margoft búin að útskýra það fyrir þeir hver eigi að borga þetta. Það eru erlendu hrækammasjóðirnir sem eiga að borga forsendubrestin. Ég heyrði hins vegar ekki þessa sömu menn og stjórnmálamenn spyrja hver ætti að borga þegar 427 milljarðar voru settar á herðar skattgreiðenda til að bjarga fjármálakerfinu. Og við erum að borga 16 milljarða bara í vaxtakostnað vegna þessa fjármuna sem fór til bjargar fjármálakerfinu. Eða þeir áttu að leggja fleiri 100 milljarða skuldbinding á skattgreiðendur vegna Icesave-samningana. En þegar kemur að leiðréttingu á forsendubresti heimilanna, þá standa menn á öskrum og kalla lýðskrum, töfralausnir og hókus-pókus. En það besta í þessu öllu saman að þessi sömu menn sem stjórna þessu stjórnmálaflokkum eru loks farnir að viðurkenna. Þeir eru farnir að viðurkenna að það til svigrúm inn í þessu erlendu vogunar- og hrækammasjóðum. Því miður liggur það fyrir að sumir stjórnmálaflokkar vilja alls ekki nota þetta svigrúm til handa skuldsettri alþýðu. Enda finnst mér sumir stjórnmálamenn líta niður á alþýðuna og líta á alþýðuna sem grálús og almúga sem á að þegja, brosa og borga. Kæru vinir, ég hef spurt mig, það sanngjarnt og það eðlilegt að skuldir íslenskra heimila hafi hækkað 400 milljarða frá 1. janúar 2008 og það bara vegna verðtryggingarinnar? Það sanngjarnt að 4.645 fjölskyldur hafa misst heimili sitt yfir til fjármálastofnana? Það sanngjarnt að stjórnmálaflokkar vildu leggja jafnvel 100 milljarða á herðar skattgreiðenda vegna Icesave? Það sanngjarnt að fleiri 100 milljarðar hafa verið settir inn í fjármálakerfið til að bjarga því? Það sanngjarnt að einu leiðréttingarnar sem hafa komið til handa íslenskum heimilum eru gegnum dómstólana? Það sanngjarnt að skattgreiðendur hafi þurft að ábyrgjast allar innistæðueigenda í bankakerfinu? Það sanngjarnt að bankarnir hafi hagnast 3 milljarðar bara í febrúarmánuði einu saman vegna hækkunar á neysluvísitölunni? Það sanngjarnt að lífeyrissjóðirnir hafi tapað 500 milljörðum af lífeyri launafólks vegna glórulausra fjárfestinga í atvinnulífinu? Það sanngjarnt að búið að skerða lífeyrisréttindi á hinum almenna vinnumarkaði 130 milljarða? Það sanngjarnt að skjaldborgin sem lofað var utan íslensk heimili reyndist vera skjaldborg utan erlenda vogunarsjóði og hrækammasjóði? Og að lokum það sanngjarnt að allir fjármálastofnanir, ríki, sveitarfélög, tryggingafélög, verslunareigendur, olíufyrirtæki, orkufyrirtæki og aðrir þjónustuaðilar hafa varpað sínum vanda miskunnarlaust yfir á heimili þessa lands. Nei, ekkert af þessu sanngjarnt eða réttlátt. Það hins vegar dapurlegt að einstaklingar sem tilheyra flokkum sem kenna sig við slagorðið svo stétt við stétt eða félagshyggju, réttlæti og jöfnuð skuli virðast finnast þetta sanngjarnt og réttlátt. Og þessi sömu aðilar tala jafnvel lýðskrum, diskóhagfræði þegar á koma alþýðunni til hjálpar vegna forsendubrestsins. En rétt að geta þess og ég ítreka það enn og aftur að íslensk heimili, íslensk alþýða ekki að biðja meina einustu ölmusu heldur sanngjarna, eðlilega leiðréttingu á þeim forsendubresti sem hér varð. Það hins vegar makalaust, þetta skefjalausa dekur við fjármálakerfið og sem dæmi þá minnist ég þess eins og ég sagði áðan að ekki hafa heyrt orðið lýðskrum þegar voru settir 427 milljarðar til að bjarga fjármálakerfinu. Getur verið
og ég spyr, getur verið að allur fjárstuðningur hjá bankakerfinu í gegnum árin við einstaka stjórnmálamenn, við einstaka stjórnmálaflokka birtist í þessu dekri við fjármálakerfið, spyr sá sem ekki veit. Kæru félagar, eigum við að skoða afrekaskrá núverandi stjórnvalda, bæði gagnvart verkalýðshreyfingunni og atvinnulífinu. Byrjum á samskipti verkalýðshreyfinganna við núverandi stjórnvöld. Stjórnvöld sem kenna sig við félagshyggju, réttlæti og jöfnuð og segist verja hag þeirra sem höllustu standa í íslensku samfélagi. Það var afar forvitnilegt að horfa á kosningasjónvarp Stöðvar 2 daginn, þar sem Eygló Harðardóttir sat og Ögmundur Jónasson hélt í blákalt fram að það hefði verið þeir sem hafi verðtryggt persónuafsláttinn sem að komi þeim tekjulægstu til hjálpar. Þetta er alrangt. Samhliða kjarasamningum 2006 og 2008 samdi verkalýðshreyfingin verðtryggingu persónuafsláttar, akkúrat til þess eins að verja kjör þeirra sem minnst mega sín í íslensku samfélagi. Þessi ríkisstjórn sem kennir sig við félagshyggju, réttlæti og jöfnuð, fyrsta verk hennar var að aftengja þetta 2009. Með mikilli baráttu samhliða kjarasamningunum 2011 þá tókst okkur aftur að ná þessu inn. Og hann er verðtryggður núna frá 1. janúar 2012. En þetta hefur gert það að verkum að persónuafslátturinn er 7.000 krónum minni heldur en ella ætti að vera. Að slá sér á brjóst og segja að menn hafi varið kjör hinna lægstu með verðtryggingu persónuafsláttar er ekki bara lygi heldur reilustu ósannindi. Þetta er ekki það eina sem að núverandi stjórnvöld sem kenna sig við félagshyggju, réttlæti og jöfnuð hafa svikið íslenska verkalýðshreyfingu. Við gengum frá 2008 og 2011 að atvinnuleysisbætur og almannatryggingabætur ætti að hækka til samræmis við lægstu laun. Þetta var svikið. Þetta var svikið illilega og í raun og veru ættu atvinnuleysisbæturnar að vera í dag 17.000 krónum hærri heldur það væri ella ef að núverandi stjórnvöld hefðu staðið við það sem þau lofuðu. Og tala svo að þau verji þá sem að minna mega sín í íslensku samfélagi. Það er argasta ósvífni að segja slíkt, því hverjir eiga meira bágt heldur en öryrkjar og þeir sem hafa misst atvinnu. Spyr sá sem ekki veit. Ég veit það bara að þetta fólk á svo sannarlega í erfiðleikum. En hvað með samskipti stjórnvalda við atvinnulífið? Er það eðlilegt að stjórnvöld skuli vera í stríði við 3 af okkar mikilvægustu atvinnugreinum? Atvinnugreinar eins og sjávarútvegurinn, ferðaþjónustan og síðast en ekki síst stóriðjan. Stjórnvöld eru búin að vera í stríði við þessar 3 greinar. Ég er ekki að segja hér að þessar greinar eigi ekki að skila því til samfélagsins sem þeim ber að skila. En það er mjög óeðlilegt það ástand sem ríkt hefur á milli stjórnvalda á þessara greina. Og nægir til dæmis að nefna sem gerðist í ferðaþjónustunni varðandi gistináttaskattinn sem að hefði leitt til þess að hér hefði ferðamönnum fækkað en ekki fjölgað. Eða hvað með kolefnisskattinn sem átti að leggja á stóriðjufyrirtækin? Kolefnisskattur sem hefði lagst á Elgum Ísland sem er járnblendiverksmiðjan sem hefði þýtt 5 milljarða skattlagning á einu ári gagnvart því fyrirtæki. Forstjóri fyrirtækisins hafði samband við mig og sagði: þetta er bara stutt og laggott, við erum að fara að slökkva hér á 3 ofnum. 300-400 manns munu missa vinnuna. En við fórum í þessa vinnu á fullum krafti, boðuðum fund með þingmönnum Norðvesturkjördæmis og náðum að vinda ofan þessari vitleysu. En það er mikilvægt fyrir þetta fólk sem heldur oft á tíðum að við lifum á fjallagrössum og eitthvað annað. Við lifum á því að skapa hér gjaldeyri, skapa fyrirtæki sem skapa íslenskri þjóð gjaldeyristekjur þannig við getum haldið út í menntakerfi, löggæslu og heilbrigðiskerfin okkar. En þetta ágæta fólk virðist ekki skilja það. Ég ætla að nefna líka eitt enn til viðbótar þessi samskipti við stjórnvöld. Það er samband við hvalveiðarnar. Árið 2009, rétt áður en að Einar K. Guðfinnsson hætti sem sjávarútvegsráðherra,
þá gaf hann út leifar á stórhveli. Gaf hann út leyfi til veiðar á stórhveli sem ekki höfðu verið stundar í ára-raðir. Og við Akurnesingar, við hoppuðum að kæti því að það voru 500 manns atvinnulausir á okkar svæði. Það voru 13.500 manns atvinnulausir á landinu öllu. En hvað gerði Steingrímur J. Sigfússon? Hann boðaði til áríðandi fundar í stjórnarráðinu og sendi hvalveiðihöfum bréf það að þeir skyldu ekki stóla á það að þetta yrði að veruleika því að hugsanlega myndu þeir afturkalla þetta leyfi. Verkalýðsfélag Akraness boðaði til fundar í Bíóhöllinu á Akranesi þar sem 400 manns mættu, allir þingmenn Norðvesturkjördæmis og þar mætti Steingrímur og hann sá samstöðuna hjá fólki og bakkaði með þetta. 150 manns fengu vinnu. 150 manns fengu vinnu á þessu vertíðum 2009 og 2010. Meðallaunin voru hjá þessu skólakrökkum sem unnu á vöktunum 750.000 krónur. Það eru þessar tekjur sem að drífa íslenskt hagkerfi áfram. Það eru gjaldeyristekjur. Og ég hef öllum líkindum gleðifréttir fram að færa því að það er yfirgnæfandi líkur á því að hvalveiðar í ár verða aftur að veruleika. En kæru félagar, ég sagði áðan alþýðan á sér draumum bættan hag. En til þess þurfum við stjórnvöld sem hafa kjark og þor. Þor til að ráðast í því verkefni sem framundan eru, kjark til þess að taka stöðu með heimilum og þor til að standa upp í hárinu á sérhagsmuna elítunni. En kæru vinir, brýnustu verkefnin eru afnám verðtryggingar, leiðrétting af forsendubresti heimilanna og að koma tannhjólum atvinnulífsins af stað á nýjan leik. Það er þannig sem draumar okkar Íslendinga mun að rætast. Og að lokum ætla ég að segja eitt, sama og ég sagði við Sigmund á fundi á Akranesi fyrir 2,5 mánuði síðan eða svo. Þá sagði ég við Sigmund, Ólafslögin voru sett á 1979, kendi framsóknarmanninn Ólaf Jóhannesson, voru öllu líkindum þörf á þeim tíma. En í ár, kæru félagar, munum við sjá ný lög sem verða kennd við Sigmund Davíðsson og munu heita Sigmundalögin. Lög sem munu kveða á afnám verðtryggingar á Íslandi. Að lokum ætla ég að sýna ykkur hér greiðsluseðil sem að maður kom með inn til mín núna fyrir ég ætla að segja komin 30 klukkutíma síðan. Þetta er maður sem tók láni í Landsbankanum, var að kaupa sér íbúðarhúsnæði. Þetta er lán upp á 30 milljónir. Hann tekur láni 23. mars, takkið eftir, 23. mars, útgáfudagur 23. mars. Svo fékk hann fyrsta greiðsluseðilinn eftir örfáa daga. Þá hafði lánið hækkað 490.508 krónur á 10 dögum. Og það er þetta Eygló sem þú hefur verið að segja. Það þarf varðandi fortíðarvandann, það þarf að afnema verðtrygginguna til að fortíðarvandinn verði ekki að framtíðarvanda. Takk fyrir mig.